Þið eru ekki eini í þessari baráttu. Þú sagðir 31 land í Evrópu sem að vinna með ykkur í þessu. Já. Og núna búið að vera heljarinnar verkefni í gangi. Já, fleiri skammstafanir. Já, skilur, nú þarf þetta að fræða mig allt þetta. Byrjum á skammstöfunum, hvað erum við að tala um? Við erum að tala um, hérna á ensku heitir þetta EMIN Bus Journey, þetta verkefni. EMIN stendur sem sagt fyrir European Minimal Income Network Scheme. Og þetta snýst að við erum að hvetja öll þessi Evrópulönd til þess að lögfesta framfærsluviðmið. Og það skiptir svo miklu máli af því það er svo öflugt verkfæri í verkfærakistuna, bæði fyrir okkur og fyrir stjórnvöld. Af því þá erum við komið með viðmið sem að ef það viðunandi og allir eru sáttir við það, að þá getum við tryggt að það enginn sem fær minna en þetta. Af því þá vitum við, skilur, þetta lágmarkið sem þarf til þess að geta lifað af. Já. Og ég held að það sé bara gott fyrir alla og ég ekkert einum að finna stað því að þetta það sem við höfum verið að gera. Farið á milli staða í 31 Evrópulandi, stoppað í borgum og bæjum, við stoppað á 120 stöðum víða í Evrópu. Þar sem hefur verið boðið upp á samtal á milli stjórnvalda á hverjum stað fyrir sig og fólks í fátækt. Já. Og það hefur bara gefist mjög vel. Við ætluðum að halda fund á Ingólfstorgi og reyndum það en viðaukarnir voru okkur ekki alveg nógu liðhollir með það. Nei. Þannig að við færðum okkur með set og fórum inn í hús og fyrir viki fengum við kannski ekki jafn marga gesti og gangandi svona eins og við vorum að vonast til að geta ávarpa fólk sem ætti bara leið líka og bjóða þeim inn í samtalið. En við áttum mjög gott samtal við fulltrúa þeirra flokka sem ættu. Já. Og mér finnst það mjög mikilvægt því að við erum að sá fræjum. Já. Við erum eftir að sjá þau spíra, en við erum að sá fræjum og við erum að bjóða upp á fyrsta alvöru samtalið í þessa átt. Já. Og gera fólki grein fyrir hvað þetta mikilvægt að hafa þetta viðmið. Já. Þannig að, og svo fórum við, þetta búið að vera rosalega keisla, búið að taka langan tíma að undirbúa þetta, þannig að það var rosalega gaman að upplifa þetta loksins. Og við fórum vorum við fundin á þriðjudaginn í Reykjavík, fórum svo á miðvikudaginn norður á Akureyri með rútu. Já. Ég fékk loksins tækifæri til að dusta rykið af meiraprófinu mínu og keyra rútuna. Sko? Það hafði mjög gaman af því. Já. Og við vorum með 2 tíma fund á Glerártorgi á Akureyri og töluðum við þá stjórnmálamenn sem komu þar og áttum bara mjög ánægjulega stund. Já. Við erum með deild á Akureyri, EAPN-deild á Akureyri og við erum með peppar á Akureyri. Og eitt af því sem við komumst á Akureyri að staðan jafnvel erfiðari. Okkur finnst hún erfið í Reykjavík. En fólk komið aðeins lengra í að skila skömminni. Já, af því að fólk sem festist í fátæktargildrum, það lendir þar vegna þess að einhvers staðar hafi verið teknar lélegar pólitískar ákvarðanir. Því að fátækt afleiðing af pólitískum ákvörðunum. Það bara staðreynd. Og þess vegna skiptir svo miklu máli að fá þessa tengingu við stjórnmálamenn. Þeir áttu sig á því að þeir geta breytt þessu.